bókinni. He said that psychologists Þá segir hann að sálfræðingar have discovered something about kindness. hafa uppgötvað nokkuð sem býr í vingjarnleik. He said, Hann segir, when you do a kind deed for someone, þegar þú gerir einhverjum öðrum gott, it increases your serotonin, að þá eykur það þennan vökva í heila þínum which makes you happy. sem að gerir þig hamingjusaman mann eða konu. He said, Hann segir, when the person receives your kindness, þegar að annar meðtekur vingjarnleika þinn, it increases their serotonin. að þá eykur það einni þeirra svona heila vökva. Two happy people. Þá eru tvær personur orðnar hamingjusamar. This is the most powerful insight I have ever heard. Þetta það voldugasta eða skilningu sem að ég hef uppgötvað. When another person Þegar að önnur persóna sees you sér þig doing a kind deed for someone else, að gera eitthvað vingjarnlegt fyrir aðra persónu it increases their serotonin. og þannig hefur það áhrif á heila starfsemi þeirra. Three happy people. Þá orðnar þrjár God hamingjusamar knows persónur. this. Guð veit þetta. And that is one of the things he tries to change in us. Og það einmitt þess vegna sem hann reynir að He breyta okkur. seeks to move us Hann reynir að koma to okkur think of úr many sporunum ways til að hugsa eitthvað to stærra og do meira. kind things for Að others. gera einhver góðverk fyrir aðra. The Bible says, Biblía segir, let your light so shine before láti men ljós yðar þannig lýsa heiminum that they may see your good works að aðrir sjáu góðverkiðar and glorify the Father og veksami þannig föðurinn á himnum. by raising their serotonin. Einmitt með þessari aukningu heila starfsins. Praise God. Við lofum Guð. Love comes from God Kærleikur kemur frá Guði and draws us back to God. og laðar okkur að Guði. Now, this is not passionate love. Þetta ekki eitthvað svona sem bara neikvætt. Passionate, yeah. This is not erotic love. Þetta snýst ekki það ekki já, þá tegund kærleika eða ástar, já. This is not filial love. Pardon me? Filial love. Love between families. Já, I don't know if there's a translation. þetta minni. It's okay. Það ekki fjölskyldu kærleikur, skulum kalla það. Okay. This is Let me agape do love. this, please. Yes. Don't interrupt. This is agape love, Þetta guðdómlegu kærleiki which comes from God. sem kemur frá Guði. He is the source. Hann uppsprettan. He gives it to you. Hann gefur þér þetta. This is what makes it so powerful. Þetta það sem gerir, eða svo kraftugt. Because it's not moody. Vegna þess að það byggist ekki á tilfinningum. It doesn't stop flowing. Það hættir ekki að koma. And it is always there. Og það alltaf til staðar. Always there. Alltaf. Next slide. This acrostic light, as it refers to Jesus, the light of the world. Hérna, would you say it again? This Please. acrostic. The acrostic, Já, L-I-G-T. þetta við fáum út úr þessu stöfum sem að þýðir ljós á íslensku, hérna á tjaldinu. Þar fáum við, Jesus, the light of the world. þar Jesus ljós heimsins, Also sem einnig, leads us to learn sem leiðir okkur til þess að uppgötva, insights from God's holy truth. að skynja heilaga sannleika Guðs. When I'm drawn to the cross of Christ, Þegar ég dregin af krossi Krists, it is because of an invitation að þá það vegna þess að Guð býður from okkur. Jesus. Það Jesus. He says, come unto me, Hann segir, komið til mín, all you that labor and are heavy allir laden, þér sem eru þunga hlaðnir, and I will give you rest. og ég mun gefa ykkur hvíld. Take my yoke upon you Takið á yður mitt ok and learn of me. og lærið af mér. Learn from me. Lærið frá mér Learn with me. og lærið með mér Learn in me. og lærið í mér. I will give you rest. Ég mun gefa ykkur hvíld. My yoke is easy. Ok mitt auðvelt My burden is light. og byrði mín létt. Why? Hvers vegna?
Because when we deny ourselves Vegna þess að þegar við afneitum sjálfum okkur and take up the cross of og Christ, tökum upp kross Krists, he gets under the load. að þá er það hann sem að ber byrðina fyrir okkur. And when you have God under the load, Og þegar við höfum Guð að bera byrði okkar, it stops being heavy. að þá verður þetta svo létt. It's light. Þá er það ekki lengur þungt heldur létt. Truth Sannleikurinn, is found in the Word of God. hann er að finna í orði Guðs. Jesus said, Og Guð segir, eða Jesus sanctify segir, them through thy truth. helga þú þá í sannleikanum. Thy word is truth. Orð þitt er sannleikur. Satan seeks Satan leitast við to keep you from spending time with the að halda Word. þér frá því að verja tíma með orðið. Most people Flestir spend little time with this book. verja tíma með þessari bók, Biblíunni. Many people know a few verses. Já, það eru margir sem að þekkja aðeins fáin orð í Biblíunni. 23rd Psalms. 23. Sálm Davíðs, Got it. já, flestir þekkja hann. John 3:16. Og svo kunna þeir utan bókar Jóhannes 3:16, God so loved the því world að svo elskaði Guð that he heiminn gave his only begotten að það Son, gaf sinn engjarna that son whosoever believeth in him til þess að hver sem á hann trúir should not perish, glatist ekki, but have everlasting heldur hafi life. eilíft líf. They know that. Þeir þekkja þetta. That's about it. En þetta er Biblíu þekking Oh, flestra. one more. Jú, og eitt enn. In the beginning, Í upphafi God created skapaði Guð the heavens and the earth. himinn og jörð. That's about it. Þetta er öll Biblíu þekking þeirra. But there's more En það er miklu meira í Biblíunni that God gives us in his word. sem Guð gefur okkur í orðu sínu. If you would spend Ef að þið myndu verja 1 hour einni klukkustund each day á hverjum degi in the word of God, í orðu Guðs, he will deepen your love for him. þá mun hann, þá mun kærleikur þinn til Guðs aukast. Let me use an example. Ég skal útskýra þetta nánar. Some of you are married here. Sum ykkar hér eru gift. Can you remember when you first fell in love? Getið þið minnst þess að þið fyrst urðuð You ástfangin just enjoyed being with each other. og þið bara nutu þess að vera hvert með öðru You lost time. og þið fylgdust ekkert með tímanum. Talk, 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 Það var talk. bara talað og spjallað og spjallað Hug, 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 og hug, hug. faðmast og kysst. You. Þið. And then something happened. En svo gerðist eitthvað You don't want to talk much. og þið viljið ekki tala eða You spjalla don't want saman to hug lengur. anymore. Þið viljið ekki faðmast You lengur don't want to og þið anymore. viljið ekki kyssast lengur. Ah, go in your room. Og farðu bara inn í þitt I'll herbyggi. go in my Ég room. fer inn í annað herbyggi. See you in 2 months. Sjáu seinna. That marriage is not going to last long. Hjónabandið mun ekki lengi endast. No, no, no. Ó nei, No, no, no. Spending time with God að verja tíma með Guði is one of the secrets þessi leyndadómur of growing in grace sem geymir það í sér að vaksa í náð and the knowledge of God. og þekkingu á Guði. When I spend time with you, Þegar að ég ver tíma með þér, I am drawn close to you. að þá nálgast ég þig. I am remembering what you have said to Ég me. minnist alls þess að þú hefur sagt mér And you are remembering what I've said og to þú you. manst allt sem ég hefur sagt þér. For some of you, I have gotten close. Og ég hefur nálgast ykkur hérna mörg ykkar síðan ég kom. Connie, Og til dæmis Conny, he doesn't talk much, hann segir ekki mikið, but he's there en hann er hérna listening. og hann hlustar. He says a few words in English. Hann segir nokkur orð á ensku And when he can't talk, he uses his wife to og talk ef to hann me. getur ekki tjáð sig á ensku að þá lætur að kona sína tala fyrir sig. But we are getting close. En við erum að nálgast hvern annan mjög. Just as I'm getting close to the pastor. Alveg svo ég svona er fann að kynast prestunum ykkar betur. I like him. Ég kann ágætlega við hann. He's okay. Hann er sko ágætur. We like to hug each other. Við Men hug. föðumst. I feel good, he feels good. Mér líður vel hjá honum og honum líður vel með mér. A good man. Hann er ágætis náungi. And some of you know Og that þið- he is a good man Já. because you spent time with him. Og ykkur kemur vel saman með prestunum að því að þið verjið tíma saman. Hvert The með öðru. same with God's Og word. þannig er það með Guð og Guðs orð. You must make God's word special Þú verður að líta á orð Guð sem eitthvað einstakt. because God really speaks to you Vegna through þess the að Guð word. tala til þín í Really? gegnum orðið. Í raun og veru.
I don't understand. Some people say I don't understand the word. Margir segja, ég bara skil ekki Biblíuna. Let me ask you a question. Má ég þá spyrja ykkur? How many of you understand what happens in the body when you eat a good meal? Hve mörg ykkar skilja hvað gerist í líkamanum þegar þið borðið góða máltíð? How many of you after you eat you say, Hve mörg ykkar segið eftir góða máltíð? I wonder if I'm getting enough vitamins over here in my Ég body. velti ég fyrir mig hvort að ég sem nógu mikið af fjörefnum megin í líkamanum. Most of you don't think. Flesti ykkar hugsið ekki You svona just það. eat Þið bara borðið until you feel good þar til ykkur líður vel. or until you belch. Eða þar til þú ert búin að oféta. But one thing you know, En eitt veistu þó, if you don't eat, að ef þú borðar ekki, you will stay hungry þá verður þú svangur eða svöng and die. og deyrð að lokum. You have to eat Þú verður að borða and drink water. og drekka vatn. The same with the Word of God. Alveg eins það með orð Guðs. You must spend time with Him Þú verður að dvelja með honum every day á hverjum degi. so you can think His thoughts Þú verður að taka þér tíma til að hugsa and allow hugsanir Him hans to speak to your og inner leyfa honum að sanctum. tala til þín í hjarta þínu. This is what the psalmist says. Þetta það sem salmaskáldi segir. Thy word Orð þitt is a lamp unto my feet sem lampi fóta minna and a light unto my path. og ljós á vegi mínum. That's what can happen in your life. Það einmitt þetta sem getur gerst í þínu lífi. Many church people Það margir þeirra sem sækja kirkju. come to church Já, þeir koma í kirkju hoping to get something. og vonast til þess að fá eitthvað. They fail to realize Ef þeir gera sér ekki grein fyrir því that they can get it að þeir geta öðlast það if they spend time with the Word alone. í orði Guðs ef þeir bara taka sér tíma með því í einrúmi. How many of you, when you're eating, Hve mörg ykkar þegar þið borðið, sit at the table setjist þú borð and ask someone else og spyrjið einhvern annan to eat for you? að borða fyrir ykkur? You ask them, Well, was they- it a good meal? Og þið spyrjið, var það góð máltíð? Did it fill you up? Ertu sattur? And then you walk away and say, I feel good. Og svo lappið þið sjálf í burtu og segið, mér líður vel. We don't do that. Þetta gerum við ekki. We eat our own food. Við borðum okkar eigin máltíð Some of us eat in such a way og sum okkar borða þannig that our partner knows að félagi okkar veit we better not put the fork in the plate that they're eating from or else you will get hit. að það eins gott að við setjum ekki okkar gaffali I am eating now. Don't diski disturb annars me. og við segjum bara ekki trufla mig. Yeah, some of us, not all. Það eru ekki allir sem að þurfa eða standi í svona It is lögum. the same with the Word of God. En þannig það með orð Guðs. You have to take time Þú verður að taka þér to tíma feed yourself til þess að nærast with the Word of á God. orði Guðs. Jesus said, Jesús sagði, my words mitt orð are spiritual life. andlegt líf. And he said, eat my flesh, Og hann sagði, borðið hold mitt drink my blood. og drekkið blóð mitt. He was talking about Og það sem hann var að tala receiving his word in our að hearts. þið meðtakið orð hans inn í hjarta ykkar. That's the power of Í Christianity. því að finna krafti kristindómsins. Next slide. Skulum fá hérna næstu glæru á tjaldið. This is an acrostic based on the word light, and light does three things. It Hérna- dispels darkness. Virðum við fyrir okkur ljósið í enn einni myndinni. It reveals what is present. Það opinbera nærveru drottins og þess sem í kring. And it changes the thoughts and feelings on the Og inside. það breytir hugsunum okkar og tilfinningum hið innra. Light. Look into God's heavenly Horfum temple. inn í himnest musteri Guðs. The reason we study God's temple Ástæða fyrir því að við rannsökum musteri Guðs or the sanctuary eða helgidóminn is because Christ is doing a special work on our behalf einmitt there. vegna þess að Kristur stattur það núna að vinna ákveðna þjónustu fyrir okkur. He is interceding for us. Hann þar að meðalgöngum aður fyrir okkur. He said, I've written your names in the palms of my Hann hand. segist hafa skráð nöfn okkar í lófa sinn. And while he is interceding, Og meðan hann að ganga í milli sem sagt talar máli okkar, the Holy Spirit að þá það heilagur andi and the holy angels og heilagir englar are working on our minds and thoughts að þeir að reyna að hafa áhrif á hugsanir okkar. through the Word of God. Einmitt í gefnum orð Guðs. While Christ is calling our names, Á meðan Kristur kalla nöfn okkar,
the Holy Spirit, að þá það að heilagur andi holy angels, og heilagir englar Word of God og orð Guðs is changing our thoughts and feelings. að ummynda hugsanir okkar og tilfinningar. The Bible says we are washed and made clean through the Word of God. Biblía lýsir því þannig að við erum eins og þvegin og gjörð hrein með orði Guðs. And when we begin to think God's thoughts, Og þegar við byrjum að hugsa hugsanir Guðs, God moves out the old evil þá thoughts rekur Guð allar okkar and illu hugsanir replaces it with His good thoughts. og plantar sínum góðu hugsunum þar í staðinn. And we become new creations Og við verðum þannig nýtt sköpunarverk in Christ Jesus. í Kristi Jésu. Next slide. Jesus, the light of the world, Svo það Jésús ljós hanging on heimsins. Calvary's cross, Það sem hann hangir á Golgata-krossinum, reminds us, hann minnir okkur á, after we have studied God's Word, eftir að við höfum rannsakað orð and the Guðs Spirit and holy angels og sem sagt andinn og heilagir englar help us to understand God's way, hjálpa okkur til þess að skilja vegu Guðs. that we are to live in God's holy time. Þá eigum við að lifa og hrærast í Guðs helgum tíma. I have a seminar I do Ég með námskeið sem að ég stundum með fólki entitled og það heitir Holy Time Management. Það að stjórna eða ráðsmennska á heilagum tíma Guðs. Stephen Covey Það maður sem heitir Stephen Colwitt is the great time management man in this time of history. sem að hefur svona kynnti að ráðsmennsku með tíma. He earns Hann ávinnur sér when he gives a 1-hour presentation þegar hann með námskeið í 1 klukkustund. $100,000. $100,000 á 1 klukkustund. But he never talks about holy time. En hann talar aldrei heilagan tíma. He has no concept of holy Hann time. skilur ekki það sem Biblían talar heilagan tíma. The Word of God Orð Guðs reveals God's holy time. boðar okkur einmitt heilagan tíma Guðs. As Christians, Og við sem kristið fólk, we organize our lives við skipuleggjum tíma okkar around holy time. og það snýst allt helgan tíma. Sabbath, Saturday, Það hvíldadagurinn á 7. degi vikunnar holy laugardegi. time. Það Guðs heilagu tími. Everything I do Allt sem ég geri during the week, í gegnum vikuna, I'm doing it in reference to holy time. það miðast allt við þennan helga tíma Guðs. I'm looking forward to the Sabbath. Ég leyfi mér að hlakka til hvíldadagsins. I love coming to the church of God. Mér þykir svo ánægilegt að koma í kirkju I love seeing Drottins. you on Sabbath. Og það svo gaman að sjá ykkur á hvíldadegi Drottins. And I love to say, Happy Sabbath. Og það mjög gaman að segja til hamingju með hvíldadaginn. And you respond, Og þú svarar Happy Sabbath. til hamingju með hvíldadaginn. Next slide. Og nú skulum við sjá það næsta. So tonight, Svo núna á þessari stundu, I ask you a question. þá vil ég spyrja ykkur. Now that you have visited Christ on Calvary's cross, Þar sem þið hafi komið eins og í heimsókn til Golgata krossins, will you allow Him viljið þið þá leyfa honum to let His light shine að through láta you? ljósitt lýsa í gegnum ykkur? He said, let your light so shine Hann segir, láti ljósið að skína before men á meðal manna that they may see your good works til þess að þeir komi auga á góðu verkin ykkar and glorify the og Father vegsami föðurinn á himnum. in heaven. People enjoy being around Fólki þykir gott að vera á meðal Christians þeirra sem eru kristnir who have joy. sem að gleði geislar frá. You enjoy being around people Og þér líður vel að vera á meðal þeirra who have joy. sem sína gleði í lífi sínu. People enjoy Fólk nýtur þess being around people að vera á meðal þeirra who are honest, sem eru heiðalegir, following the moral law. sem að fylgja siðferðislegu lögmáli Guðs. If there's one thing most people don't like, Ef það eitthvað sem að flestum líkar ekki, they don't like people lying to þá them. vilja þeir ekki að fólk sé að ljúga að sér. They don't like people stealing from Það them. vill ekki að það steli frá sér.
They don't like people playing with their mind, Og það vill ekki að fólk sé svo að saying leika sem one hugsanir þeirra. thing and doing the opposite. Segja eitt en gera hér gagstæða. But when they meet you En þegar þeir hitta þig and they watch you og fylgjast með þér and they see that your life is consistent with God's moral og laws, kannast við að líf þitt í samræmi við siðferðislögmál Guðs, they trust you. að þá læra þeir að treysta þér. You don't have to trick. Þú þarft ekki að vera með You neinar don't have to deceive. brellur, þú þarft ekki að You don't have to snuða, lie. pardon me, You don't have to lie. og þú þarft ekki að skrökva. So what is your final answer? Svo hvert svar þitt að lokum? One man in the Bible says, Einhver í Biblíunni sagði, choose ye this day whom you will serve. kjósið í dag hverju þér viljið þjóna. That's your challenge. Það áskorun Guðs til þín. Jesus simply said, Jesús segir einfaldlega, come unto me, komið til mín. all ye that labor and are heavy laden, Allir þér sem erfiðið og þunga eru hlaðnir, and I will give you og ég mun gefa þér rest. hvíld. And he gives us everything. Og hann gefur okkur allt með því. Let us pray. Við skulum biðja. Lord, we thank you Drottin, við þakkum þér for the gift of light fyrir gjöf ljósins in Jesus Christ, í Jesú Kristi, the light of the world. sem ljós heimsins. Open our hearts Opnaðu hjörtu okkar to your word, fyrir orði þínu, to your spirit, fyrir anda þínum, to the holy angels, fyrir heilugum englum þínum, to the family of God. fyrir fjölskyldu þinni, Guð, Bless us fjölskyldu tonight. Guðs. Viltu blessa okkur í kvöld? Amen. Amen.